Tara Brekkan förðunarfræðingur hér. Í þessu vídeo mínu þá langaði mig að kenna ykkur hvernig ég gerir svona cut crease förðun. Það þessi förðun sem þú leggur áherslu á íkja glóbuslínuna og gerir þetta svolítið langt út og tengja eyðilínuna með. Allavega, það þessi hérna förðun og ef ykkur langar að sjá hvernig ég ger hana, fylgist þið þá með. Ég ætla að skyggja hérna smá yfir andlitið með hyljurum, tveimur, ljósið það sem ég vil draga fram og dökkið það sem ég vil draga inn. Ég búin að setja á mig léttan farða undir. Svo ætla ég bara að blanda þessu saman. Og þegar ég blanda þessu saman þá ýti ég frekar á húðina í staðinn fyrir að strjúka. Þannig ég svona dúppa yfir þetta allt og blanda þessu inn í húðina. Þið getið bæði nota svona pensil eins og ég er að nota og þið getið líka náttúrulega nota beauty blender. Ég ætla bara að taka hérna ljóst púður og leggja það hérna á farðan undir augun þar sem ég festi farðan. Festa mikið, þá það bara sínum stað þar sem þetta ljósa er. Ég ætla að setja það sem að ljósa mikið fór á. Ég ætla að fara með dökka púrið hérna þar sem að kinnbeinin mín fara inn til að íkja kinnbeinin, draga þau meira fram. Ok, nú ætla ég að sýna ykkur smá augnförðun. Ég ætla að byrja að setja augnskuggagrunn undir augnskuggan sem ég geri alltaf. Þá helst augskugginn miklu betur og kemur bara miklu betur út. Ég ætla að setja hérna á puttan. Ég ætla að byrja á að taka svona beige brúnan lit og ég ætla að nota svona blöndunarpensil. Svona. Og svona augskugga. Hello there. Setja vel á hana. Og svo ætla ég bara að horfa niður. Fara hérna í glópar. Gott að snúa stundir svona svolítið upp. Því ég vil hafa þetta svolítið svona cut crease svona. Það sem sjáið, þá er ég að draga augnskugganum hérna fyrir ofan glóbuslínuna, hérna, og drega hana aðeins eftir augabrúninni. Við viljum ekki fá niður af því ég ætla að gera þetta út. Þetta er ekki svo neitt. Og það er alveg hægt að fara hérna. Og ég ætla að taka svona aðeins dekkri brúnni augnskugga. Þið getur bara notað eitthvað dekkri lit. Og ég ætla að setja á pensilinn, svona fluffy pensil, sami pensilinn. En passi ykkur núna að dusta eða setja á handarbaki. Fara eftir sömu línu og ég gerði með hinn augnskuggan. Þess að sjá, bara fara varlega í þetta. Gott að snúa penslinu bara hérna og ég ætla að gera þetta svolítið svona uppi. Ég ætla ekki að hafa þetta á augnlokinni sjálfu, ég ætla að fara hérna. Sjá, ég ætla að búa til meiri línu hérna glópus fyrir ofan. Og svo fara hérna eftir þessu hérna. Þá ætla ég að taka hann hérna. Ég var með hann hér og fór í hann hérna tón. Og ég ætla bara að fara eftir. Búa til meiri skarpa línu hérna með þessum litla. Sjáðu, nú kemur meiri skarpa. Og svo flikkum við þessu út. Hérna upp meðfram augabrúninni. Og drögum þetta hérna út. Ok, það er til ákveðið trix við að gera þessu förðun líka. Þú vilt ná því meira fullkomið. Þá er að taka skeið. Ég er ekki að grínast, þið takið skeið. Þið setið skeiðinu hérna á augnlokið. Þannig bara alveg yfir augnlokið. Og svo takið augnskuggann. Og gera bara hérna meðfram.
aðalmáli að ná skugganum inn fyrir ofan, svo blandar maður hann bara upp. Þannig þið geti gert það með skeið. Ég var með þennan á þann og nú ætlum ég að taka þennan hérna. Þessi aðeins svona fjólublátt, en eins og ég segi, þið getur notað brúna, gráa, svarta, bara lit sem þið viljið. En bara munið ljósasti fyrst og dekkri og dekkri og dekkri. Þannig ég ætla að taka hérna dökka núna og setja hérna í litla pensilinn. Og ég ætla að fara hérna í neðstu línuna hérna í horninu. Fara bara hérna. Og þú byrja eiginlega hér og draga þetta svolítið hingað. Sjáu þið. Draga þetta svolítið út. Draga aðeins inn. Tökum við þannan og blöndum svona aðeins við. Ok, núna ætla ég að taka svona augnskugga, hann er svona glansandi bleikur. Hann er svona, setja hérna. Og svo ætla ég að fara með þennan hérna á milli, þannig ég fara aðeins ofan í augnlokin núna. Þannig ég ætla að fara með hann smá hérna. Sjáðu. Þessi förðun er ótrúlega flott að fara í svona partí, ég myndi í sumarpartí, ég verður með svolítið skarpt, kött krís, með smá glimmer í og einhver svona. Og þegar við erum að nota ljósalitin, drögum við hann hérna undir það sem við fórum út hérna. Drögum þetta með. Sjáðu. Síðan ætla ég bara að taka svona mattan, beislitaðan ljósan lit og ég ætla að setja hann á augnlokið. Ég ætla svona að dempa honum yfir augnlokið. Og ég ætla að reyna bara að hafa hann hérna undir glóbuslínunni. Ok, svo það sem ég ætla að gera núna er ég ætla að setja með eyeliner og málið með eyelinerin í þessari ferðun er að ég vil að eyelinerin fylgi þessu hérna en hafa samt smá bil hérna á milli. En ég ætla að taka svona svartan blýant og setja hann inn í augun allar hringinn. Ég ætla að taka hana litina sem ég setti hérna í glóbuslínu áðan, brúnu litina, og ég ætla að setja þá hérna undir augun. Báðum megin. Og ég ætla líka að taka glanslitin og setja hann í miðjan undir augun. Þú veist, glimmer hvítur hérna. Og nota bara svona hreinan lítinn pensil og ég ætla að setja hann í augnkrókinn. Mér finnst alveg fullkomið við þessa förðun að setja síðan á sig smá gerviaugnhár og ég er með annað vídeó sem ég sýni nákvæmlega hvernig ég set gerviaugnhárin á mig, þannig getið lært það þar. Smá svona shiny púður, getið þetta ekki highlighter eða eitthvað. Ég ætla að leggja það hérna. Ok, myndavélin mín var batterislaus þannig ég setti á mig varalita með hann en það sem ég gerði var að ég tók svona flauelsrauðan mattan varalit, setti yfir allar verðnar og tók svona dökk fjólubláan svona eggplant litaðan blýant og mótaði varðnar og fyllti inn í. Ég mótaði svolítið svona upp hérna. Setja smá svona kinnalit á kinninnar. Aðeins að setja hérna upp á. Þá er kött krísferðinu mín tilbúin og ég vona þið hafi haft gaman að þessu og lært eitthvað að þessu. Og ef þið viljið sjá eitthvað sérstaklega förðu í næstu vídeo, endilega kommentið og þið með endilega subscribe á YouTube-inu mínu þannig að þá sjáu þið hvernig næstu vídeo koma inn að ég mun vera svolítið dugleg núna að setja inn vídeo. Ég er líka komið með Snapchat þar sem ég er að kenna skref fyrir skref farðanir, ég er að sýna alls konar tricks, ég er að svara spurningum þannig að endilega kíkja á það. Það heitir Tara Makeup Art og bara takk fyrir að horfa á vídeóa mín. Bye! Svo ætlum við að setja varalit.
Vá, vel gert.